Þú segir bara til. Já, velkomnir hérna á þessa kynningu hérna eldveggi fyrr og nú. Okkur langar að halda svona smá fyrirlestur eldveggi, fortíðar og nútíðar og hugsanlega framtíðar, hvernig þetta lítur út. Það verða nokkur námskeið hérna í gangi með eldveggjum. Það allan að vera undirbúa það. Hjörtur Árnason heiti ég, með fyrirtæki sem heitir H. Árnason. Ég starfaði í þessu mjög lengi. Og við erum með hérna nokkur atriði hérna á þessu stað. Meðal annars minnum ég hafi síðast verið með gervigreindar-kynningu, eitthvað slíkt. En við einmitt förum svolítið inn á það líka, hvað er að gerast í því. Nú eldveggir fyrr og nú eru náttúrulega eins og sagt þarna með tilkomu internetsins, þá er þetta náttúrulega hornsteinn netöryggisins og í raun festa varnarlína á öllu sem að fer inn í fyrirtækið eða út úr fyrirtækinu. Og í fyrstu þá voru þetta frekar einfaldir eldveggir sem voru bara með svona síunarreglum, package-filteringu sem er kallað. Þú bara lokaður og læstir einhverjum portum og örlum. Það var svona frekar svona einfalt. En nútíminn hefur fætt á okkur náttúrulega gervigreindina sem að er tilkomið þá inn í þetta form. Vélbúnaðurinn inniheldur hugbúnað sem er machine learning og hérna vélnám og hefur samband við skýjaþjónustur sem að meta umferðina. En áður en að vera aðeins að stað í eldveggina þá er ágætt að hérna, þetta er allt saman svo ungi menn hérna fyrir frá mig. Hérna áður fyrr, þegar ég var að byrja í þessu 1980, þá var þetta ekki alveg komið svona beinar. Þá var þetta hérna uppi. Við tengdum okkur við innbyggt módem eða utanliggjandi módem með tilheyrandi hávaða til þess að tengjast internetinu. Og það má segja að internetið sjálft, www.internet.is eða komið eða hvað, það er ekki raun að koma fyrir 93 en það var samt komið samband við heiminn 1983. Og við gátum farið inn á IRK og bloggsíður og eitthvað svona dæmi og þetta var staðan svona á þeim tíma 1983. Og þá er þetta upp á, þá var einhver router, svo var eitthvað modem sem tengdist og við gátum tengt okkur við routerinn sem að tengdi síðan við þjónustu hjá internetþjónustu aðila, Símanum eða Vodafone eða hvað sem er. Þetta byrjaði þarna og þarna var náttúrulega ekkert verið að tala eldveggi, en við gátum samt nýtt okkur routerinn örlítið til þess að blokkara trafík, nattport forvarta við gátum stýrt trafík sem við vildum fara með inn á ákveðin port og hvert átt að fara. En svo er svona einföld tengimynd á eldvegg í dag, boxi sem er þarna á borðinu hjá okkur. Þetta er 1570 box reyndar, 1590 er svona svipað. Þetta er náttúrulega bara spurningi með hraða og throughput í gegnum þessa eldveggi. Og í dag erum við að tala bara einfalda svona uppsetningu. Þú ert með eldvegg sem það þarf ekki einu sinni þetta modem sem er þarna. Hann getur tengt sér beint við þjónustuaðilann eða ljósbreytuna. Og það er Wi-Fi og allt saman í þessu og þessir eldveggir í dag eru það sem við kallum Next Generation eldveggir og hafa innbyggð öryggisblöð sem er þá í áskriftum. Öryggisblöð eins og anti-spam, anti-vírus og IoT eða Internet of Things. Nú, eins og fór aðeins yfir áðan að sögu eldveggjarins hófst svona á 9. áratugnum og það með þá bara svona grunnpakka síu. Það opnaði upplýsingatæknistjórinn fyrir trafík eða port
manually og þá voru þarna aðalega 3 tegundir sem við erum að nota meira í dag. Það er pakketfilteringu og það er stateful inspection og proxy eldveggir. Og í dag erum við að tala next generation eldveggi sem er hérna stateful inspection. Eldveggir í hugbúnaði eins og Windows stýrikerfum. Við erum þá að tala pakketfilteringu og svo erum við náttúrulega með proxy eldveggi. Og þetta byrjar eins og ég segi svona 1980, fljótlega eftir 1980 og þá er þetta að fara að stað. 1993 til dæmis og þá er Checkpoint fyrirtæki í Ísrael sem að stofnaði á honum Gil, heitir hann. Hann stofnaði fyrirtæki á kunningja sínum, eldveggja fyrirtæki Checkpoint og fer strax á stað með stateful inspection eldveggi. Og á svona námskeiðum eins og maður myndi fara og taka og setja upp hérna, þá myndum við fara betur yfir hvað er pakketfilteringu og stateful inspection og hver er munurinn og svona þærstukötunum. En það er ekki í raun fyrir svona upp úr 2008 sem að, og þetta er ekkert langt síðan, að við erum að fara í next generation firewalls. Og síðan erum við í 2020 að fá græjur sem eru komnar með machine learning kerfi eins og þarna 2020. Hvernig lítur interneti í dag? Interneti 2025 getur verið bara ansi flókið að sjá. Við erum með skýjavinnslur og þjónustur og bókhaldskerfi og alls konar þjónustur í skýinu. Þetta er út og suður allar trissur. Og ég held við þurfum nú aðeins að passa upp á okkur ef einhverju sæstrengi færi nú í vitleysu okkur vantaði internetið. En svona lítur í raun þetta orði í dag. En eins og ég sagði í byrjun að eldveggurinn er náttúrulega hornsteinn öryggisins. Þó að við séum komið með allt okkar dót upp í skýið. Við erum að tengja okkur í fyrirtækinu, tölvur og annað slíkt og við þurfum að verja innviðið alveg eins á sama skapi. En það eru margar lausnir í internetinu eða hjá þjónustuaðilum, líka hjá Checkpoint og fleirum aðilum sem að geta búið til svona sýndar eldveggi og þjónustur. Og svo erum við með þetta SD-WAN. Við tengjum eldveggi yfirleitt svona heima fyrir í gegnum WAN-port eða DMZ-una til internetþjónustuaðilans. Við getum búið til svona redundancy á eldveggi, þannig að WAN-portið er að tengjast ljósbreytu sem að tengist einhverjum aðgangi, svo getum við tengt DMZ-una inn á okkar annað og þá erum við búin að búa til svona varaleið ef að önnur fer. Og svo komið upp fyrir nokkrum árum síðan, þá kom þetta SD-WAN upp, þar sem við getum tengt mörg net saman í gegnum kerfið og þetta er svona software WAN í raun sem við kallum. Og svo er það sem er mjög mikilvægt fyrir tæknimann að geta verið með einhvern einn stað til þess að geta manageað þetta, geta farið yfir og haldið umsjón með kerfum og átt að sjá hvort það hafi verið eitthvað breach eða brot í kerfunum. Og þá hafa framleiðendur eins og Checkpoint og fleiri, Fortinet og aðrir og Cisco eru með svona management kerfi í skýinu þar sem að upplýsingatækni þjónustuaðilinn logga sig inn og getur séð stöðurnar á öllum. Og í dag er þetta að verða þannig að gervigreindin er að koma þarna sterkt inn. Þú getur verið með mjög flókið kerfi sem að býður upp á að sýna þér mobile appið þín, alla eldveggina inn í kerfinu og endpoint security og allt saman, og þetta er allt saman í einum glugga, en þetta getur verið svona smá kraðak og þá er hægt að nota gervigreindina bara til þess að gera einfalda skipun og segja hvaða eldveggir hafa verið að sýna núna síðustu 2 daga þessa hegðun eða eitthvað slíkt og 1, 2 og 3 er þetta komið með og gervigreindin getur meira að segja í mörgum tilfellum óskað eftir því að laga vandamálið
Þannig að tæknimaðurinn þarf ekki að eyða nema 10 mínútum í verkefni, annars hefði hann þurft að nota 2-3 klukkutíma. En eins og ég segi hérna í þessari grein hérna að tilkoma skýsins hefur einnig haft stórkostleg áhrif á eldvegstækni og notkun og notendur þurfa ekki lengur að eiga eða kaupa búnað og forrit sem krefst pláss, eftirlits og viðhalds. En vélbúnaðar byggðir eldveggir hafa enn fótinn fyrir sér í sömu tilfellum og þá er það einmitt að þessi nálgun að eldveggir þurfa alltaf að vera til staðar inn í fyrirtækjum líka þar sem hérna, til að verja innviðið og stjórna umferð í gegn. Svo er annað sem er að byrja og það er þetta Secure Access Service Edge og framleiðendur eru mitt að fara á stað svolítið í þetta. Ég er að nota þetta hjá mér í fyrirtækinu og gengur mjög vel. Þetta er bara eins og hringurinn hérna sýnir. Við erum með allar okkar þjónustur hérna innan hringsins. Við erum með Office-in og við erum með Dynamics og fullt af ykkur dóti, VM-vélar og alveg græðir. Og þetta er varið með þessu Secure Access Service Edge og þetta er hægt að gera bæði með client og án clients. Ég er með client hérna á vélinni minni sem að tengist bara ákveðnu gateway til London reyndar og sem að tengi sig við þessa þjónustu. Og þessi þjónustu sem ég er með sem er Office 365 og fleira, að þær eru þarna innan hringsins og eru varðar algjörlega. Þetta er einu nokkurs konar eldveggur í sjálfu sér. Þetta er eitt formið af því sem við erum að sjá í nálgun á öryggi í skýjavinnslunni. Mjög öruggt. Næsta kynslóð eldveggja sem kom hérna 2020 og að hún þurfti að hafa 4 komponenta hérna sem að voru nauðsynlegir og það er sem sagt machine learning, zero day signatures, IoT, visibility og automated policy. Þetta er til í dag og virkar alveg stórvel. IoT eða Internet of Things eru tæki og tól sem eru ekki tölvur per se. Þetta er ískapurinn, þetta er þvottavélinni sem tengir við Bluetoothið og hefur möguleika á að tala við internetið, tala við einhverja þjónustuaðila upp í internetinu. Doorbell, accesspunktar, kamerur, allt þetta er það sem við köllum IoT. Og þarna hefur verið svolítið brotalöm á öryggi og í dag þá getum við semst verið með eldvegg inn á kerfinu okkar sem er með öryggisblaði fyrir IoT og sér öll IoT í nærumhverfinu og býr til reglur sjálfvirkt. Þú þarft sem tæknimaður ekki að fara inn í eldvegginn og segja ok, ég er með hérna kameru og ég þarf að setja upp reglur fyrir hana. Hún má bara tala við þessa þjónustu eða Shelby eða hvað sem er. Þú með reikskynir, ég er með reikskynir svona lítið sem er Bluetooth, hann tala við Shelly þjónustu, skýjaþjónustu. En eldvegginni sem hafa þessi öryggisblöð eins og IoT, þau finna út úr þessu, þau fatta brandið, vendorinn og tengja og búa til sjálf polísina inn á eldvegginn. Bara tilbúið, búið. Þetta er mikil þægindi. En IoT er einmitt svona, eins og ég sagði áðan, svona kannski svolítið varasamt vegna þess að þarna er oft það sem við kallum man in the middle attacks, að hakkari getur hakkað sig inn á doorbellið þitt eða wifi-punktið eitthvað svoleiðis og ef hann er komið þar inn og þá getur hann bara að fara að stjórna allu og fara inn og leika sér. Þannig að það er að verða bara mikil krafa, myndi ég segja í dag, að vera með IoT protection í kerfum. Og annað sem kannski tengist IoT-inu algjörlega er að margir veit ekki IoT-tækin sín í fyrirtækinu.
svona kerfi myndi finna það og það kemur stundum bara fólki á óvart að það hafi 40 tæki í kerfinu sínu en það hélt að það ætti bara 10. Og hérna þessi tæki eru kannski falin upp í lofti og enginn hefur farið inn á þetta í langa tíma. Sama passvörd var sett upp bara default þegar það var sett í gang. Þetta getur verið alls konar kerfi, þetta er líka OT sem hefur svona iðnaðarstýringar og dælur og svoleiðis dótari. Það er annað OT og þessi kerfi geta fundið það líka. Og þau í raun það sem við kalla sýndarverja þessi tæki með EPS og öðru slíku sem að eldvekkurinn býður upp á. Þannig að þó svo að tæki hefur ekki verið uppfært, IoT-tækið eða OT hafi ekki verið uppfært í 5 ár, að þá ef það er einu sinni komið inn á eldvekkin í vöktun, þá vaktar kerfið það og kemur í veg fyrir að það geti farið einhver inn á hann. Nú, þetta er svona gömul mynd hérna, 2022, milljóntalið, þetta er bara til að sýna IoT malware árásir. Þær hafa aukist alveg gríðarlega frá 2018, bara þarna þessum 2 árum. Og 32,7 upp í 112. Nei, þetta er stórt vandamál. En eldvökkurinn sem ég er með hérna hjá okkur, að hann getur gefið okkur svona upplýsingar. Og ég er með tiltölulega lítið fyrirtæki bara, þannig að þetta er svona, þannig að fjöldin er ekki, hjá sumum fyrirtækjum er þetta náttúrulega bara telur þetta á tugum sko, en þarna kemur IoT tæki hérna, ég er með prentara, ég er með doorbell, ég er með kameru og ég er með Wi-Fi access punkt og ég get stilt hérna hvers konar protection ég vil hafa á kerfinu. Ég get haft prevent, monitor, ég vil bara monitora þessa kamerur eitthvað svoleiðis. Þannig að þú hefur tök á því að hafa hérna einhverja umsjón líka. Framtíð eldveggja og það er einmitt málið að kynning það á þessu machine learning knúnum hérna next generation firewalls og þetta er bara rétt toppurinn, við erum eftir að sjá miklar áskoranir og breytingar í þessu. Til dæmis þessu umsjónarkerfi eins og ég talaði áðan. Hérna ætla ég að sýna ykkur nokkra myndir af svona umsjónarkerfum sem að við getum nýtt okkur til þess. Ég er með 3 eldveggi hérna inn í umsjónarkerfinu mínu. Það er svo 3 fyrirtæki einhvers staðar út í bæ sem ég er bara með. Ég get glimsað á því að bara logga mig inn, þá get ég glimsað á því 1, 2 og 3, séð hvort að einhver eldveggur sé í vanda, hvort að sé einhver veikleikar í kerfinu eða einhver brot sem að hafa átt sér stað. Og ég ætla ekki að kafa þetta mikið dýpra í þetta, en þetta er bara til að sýna ykkur hvaða möguleikar við höfum svona sem umsjónarmenn öryggiskerfa í staðinn fyrir að þurfa að logga okkur inn á sjálft tækið. Þá höfum við alls konar umsjónarkerfi sem að geta sýnt okkur í raun mun betri niðurstöður heldur en að fara beint inn á tækið. Hérna erum við að horfa á eldvegginn hjá mér í vinnu og þá get ég séð og flokkað hérna alla traffík, hvert ég er að fara, hvaða traffík er droppuð og niður, eða felld niður, hver er rejected og accepted og svo get ég skoðað hérna VPN-traffíkina mína, hvað er hún mikil og þetta er bara ómetanlegt að komast inn í svona upplýsingar, það er að segjast. 1550 sem að ég er með niður í vinnu, hann er hérna. Hérna er ég með umsjónarkerfið, þar sem ég get séð internetþjónustuna og tenginguna. Ég get séð hérna ákveð security dashboard, ég get farið í hérna cloud service og það er einmitt cloud service sem að gaf mér þessa mynd hérna. Þannig ef ég stilli eldveggi minn inn á cloud service að þá tengir hann sig við þjónustuna upp í skíið hjá chatbot í þessu tilfelli
og sýnir mér betri logga og loggar á svona tækjum eru kannski mánuð í sjálfu sér af því að minnið í þeim kannski ekki svo mikið. En einu sinni ef eftir komið með svona eldvegg í skýjalausn þá getur þú bara ráðið hvað viltu hafa loggana í 1 ár, 2 ár, 3 ár. Þannig að það þarf að skoða einhver tilvik langt aftur og þá er kostur að hafa þetta í tengt við skýið. Og við erum með access policyr, þar sem við erum með, getum blokkarað application og URL eða krækjur. Við getum flokkað eftir security risk. Það getur verið í sambandi við file sharing, forrit eða inappropriate content eins og bara drugs og sex og eitthvað svona dæmi. Það er bara fastir komponentar og svo getur við blokkerað undesired applications. Þannig að fyrirtæki kannski segir að við viljum ekki að notendur hafi aðgang að WhatsApp eða TeamViewer eða einhverjum forritum eða einhverju þjónustum, að þá er hægt að stilla það þarna. Og þá er þetta bara orðið svona miðlægt, þannig að allt sem kemur inn eða út og það er búið að segja eldvegnum að blokkra hann. Þetta er svona almennt svona access policy control í eldvegjum. Og hún lítur líka svona út eins og í outgoing eða incoming internet access og þetta er bara mjög svipað kannski form eins og aðrir að nota eins og Fortinet og fleiri. Þannig getum við sett inn reglur og sett inn ákveðin þjónustur sem við viljum ekki eða port sem við viljum ekki eða IP-tölur og það fer þarna inn í outgoing og incoming access control. Þetta var staðan á internetinu sem við getum séð þá bara glimpse af hvað er throughputið, hvaða pakkar, er eitthvað packet loss eða latency eða jitter á línunni. Þannig að við getum séð það beint af þessum eldvegg. Við getum monitorað það er öflugt monitorkerfi í eldveggjónum sem sýnir okkur hvers konar traffík fór fram í gegnum eldvegginn. Við getum skoðað eins og Windows Update, það er mikið greinlega Windows Update. Þetta er nú ekki nema 747 megabæt, þetta gæti verið kannski dagurinn eða vikan eða eitthvað. Og svo getum við séð þarna niður í security events hvað hann var að blokka antibot eða antivírus eða EPS incidents. Og ég hugsa ekki sleppa þessari mynd vegna þess að fyrirtæki sem eru með þetta tengt við serverana hjá sér, það er það sem ég kalla user awareness sem tengir sig við Active Directory á serverunum og þá fáum við þarna svakalega flotta skýrslu í raun alla umferð og meðferð svona top 10 eða top 20 aðilar innan fyrirtækisins og hvert voru þeir að sækja efni, voru þeir að sækja, var þetta e-mail eða var þetta Windows Update eða hvað sem er. Og þessi skýrsla er alveg svakalega fín. Ég hef komist að og lagað vandamál í fyrirtækjum sem enginn vissi alveg nákvæmlega hvað. Þeir voru með svo góða tengingu, þeir voru með svona ljósleiðara og þeir voru með bara ótakmarkað download og það kom vel út. Nema hvað þá voru alltaf 2-3 vélar sem voru í vandræðum og voru hægar svona af og til og svona og enginn náði svona alveg puttunum á þetta hvað það var í gangi. Svo ég virkjaði svona eldvegg með svona user awareness. Þá fór ég alltaf að sjá traffík hjá þessum 3 aðilum sem bentu til þess að þeir væru að taka gríðarlega mikið magn af pósti alltaf niður. Bara eiginlega stöðugt einhvern veginn og við erum að tala magn sem var bara yfir daginn bara 1 terabæt á mann Þetta var bara sjúklegt en að því við vorum með svo góða tengingu það er engin áhrif á neina aðra Það sem var í gangi í því tilfelli að því ég tók eftir þetta var e-mail og þá náttúrulega fókusum maður á hvað að gerast á vélunum
Þeir voru með náttúrulega Microsoft Outlook og tengt við Office 365 og það sem var í gangi var að caching-módelið í Outlookinu hélt að það væri aldrei búið að ná í gögnin. Það var bara frosið. Og eina sem þurfti að gera í raun var að eyða út aðgangnum í Outlooknum og stóð hann upp á nýtt, þá kom nýtt cache og málið leyst. En þetta var ekki fyrir en að við settum eldveikin í gang til þess að bara analysa í raun betur traffíkina að þetta kom í ljós. Hérna er ég með bara mynd sem að ég tók bara af skíaþjónustunni, það sem ég sé að því að ég er með 3 eldveiki í skíaþjónustunni minni og það er þess vegna býr hún til svo kallar SD-WAN tengingu og ég get svona fylgst með þrúputti og annað slíkt í kerfinu. Og þetta er þessi monthly. Hérna hefur verið aðeins, þetta er 1 mánuður hjá mér, 72 gigabæt. Þetta er ekki mikið. Svo erum við með öfluga security logga sem að sýna mér náttúrulega stöðuna á vélum. Það sýna mér destination, er sem með flagginu, Amerika, Frakkland og fleira. Og svo tók ég þessa mynd hérna sem að svona að lokum í raun svolítið til þess að fara yfir þetta. Og þetta er frá Checkpoint. Þetta er svona threat map sem að sýnir stöðuna á traffic í rauntíma og árásir. Þetta eru phishing attacks og malware attacks sem að sýnir hérna. Og ástæðan fyrir að þessi mynd er til og hægt að útbúa er það að hvert einasta tæki, Checkpoint eldveggur, mobile, vörn í síma, endpoint security og fleira, að þegar það verður fyrir einhverju event, þá hefur það samband við stórt og mikið ský sem heitir Threat Cloud hjá Checkpoint, sem að veit og skilur og hefur fengið boðum þetta einhvern tímann áður, þekkir atvikið, skrásetur það og skrásetur það sem nýtt ef það hefur ekki þekkingu á því og analæsar það, eyðir út kontentum í skeytum og öðru slíku ef það þarf en skilar samt kannski til þessu posti. Og þessi staða hérna á þessu threat map er sem sagt að lesa út úr threat cloudinu það sem hefur verið að gerast í rauntíma. Og þetta var nú bara ein svona snipp af mynd en við erum að sjá þarna stundum alveg bara huge. Þetta er bara rétt morgunin og það er komið 8 miljón attacks þá. Þetta var rétt fyrir hádegi sem ég tók þessa mynd. En yfirleitt er að tala um svona 20-30 miljón attacks sem hún er að sýna worldwide í rauntíma. En ég held að þetta hafi nú bara við, hvað er ég, 20 minnur? Ekki? Ég held að þetta sé bara það sem ég vildi tala um. Er einhverja spurningar? Þið megið skoða þessa eldveiki sem er þarna á borðinu. Einhverja spurningar sem þið viljið sérstaklega ræða við mig um? Ég við höfum nú verið að funda eins og við rafeindavirkjanir svona eitt og annað og við vorum einmitt á fundi í gær og vorum að tala um plan B í þeirri svona mynd sem að við gætum kannski séð ef að sæstrengi færi í sundur, ef að Ísland yrði internetlaust og hvað við þyrftum að gera. Þetta er umhugsunarefni mikið vegna þess að það er orðið svo mikið og eins og það sem ég er að sýna ykkur hérna núna, þetta er allt saman náttúrulega í skýjavinnslu einhvers staðar í Evrópu, einhverjum gagnaverum og þar út á suður og í Ameríku. Og við náttúrulega komast þá ekki í þessi gögn eða eitthvað slíkt. Góður hlutur er að þegar hakkararnir komast ekki heldur inn eða það er internetlaust. En við þurfum að hafa eitthvað upp á borðinu, svona plan B, hvað við gerum ef að þessi mynd raungerist. Er Starlink ekki
Jú, það er málið. Maður veit ekki, við verðum kannski, við gætum redda okkur kannski eitthvað með eitthvað slíkt. Með hvað sér? Með Starlink, tengja okkur við Starlink sko til að komast í samband við internet. Eina sem finnst mér að, þú veist, skerfinhefnindi svona á okkar svæði ekki alltaf nóg margir. Já, það verður svona, þrúpútið ekki gott sko. Ég veit að stofnanir og fleiri svona stærri eru með einhver plan til þess að bregðast við. Þú verður alltaf skilgreina bandvítana hvað ætlar að vera með sko, því að þú verður skilgreina þjónustum sem ætlar að vera. Þú verður aldrei keypt reksturinn fyrir því, það er ekki séns. Í gegnum þennan Starlink. Það er bara ekki séns. Þú verður alltaf til að skilgreina einhvern fórgang á okkur. Já. Það eru gagnaver hérna á landi eins og Advania rekur þetta TOR-DC sem að einhverjir eru með, DK er ekki alveg klár, þeir voru með sitt eigið gagnaver, Origo líka, svo tóku við einhverjir aðilar hjá DK, hvað þeir aðilar gera, hvort að þeir ákveði, neða við ætlum núna að fara bara með þetta upp í Amazon eða einhvers þar, AWS eða eitthvað slíkt. Og þá er náttúrulega komin í vandamál, Dynamics, Wise, þeir eru bara með þetta í skýjavinnslu, þetta er bara Microsoft. Það dettur allt út. Þannig að greiðslupósar og þjónustur, það getur dottið út. Við þurfum að huga þessu. En við eigum 3 góða, eða ekki, sagðist ekki. Vonum að þeir haldi, sko. Bara þess að ég kom inn á, þú veist, að því að svo gaman að pæla þessu, þú veist, með IoT og OT dæmi. Já. Þetta er ekki nýtt koncept kannski fyrir einhver flesta, en þú veist, ég gerði þetta bara sjálfur heima hjá mér daginn og maður svona, ég er með 2 unglinga, þú veist, og ekki það. Á netinu er ég með 27 tæki sem eru tengt bara á fysikal netinu, sko, sem eru tækitól sem eru hlutamýr. PlayStation og allt saman, þetta gerist bara sjálfkrafa. En ég fekk að með svona IoT-blað sem eru sett í búna hjá mér. Og hlutin sem var að finna, ég segi, það var þvotavélin, það var sjónvarpinn, það var eldavélin, þú veist, það voru hérna einhverju skynjarar og ljósapörnum sem voru í gangi hjá mér með Wi-Fi-perur. Þú veist, hlutin sem var að finna, ég bara svona, hafði ekki svona hugmyndir fyrir það. Nei, einmitt. Þetta er ekki bara fyrir heimilið, þetta er líka bara fyrir fyrirtækin, sko, þetta er bara, ef ég kemst inn á ljósapörnuna þeirra, þá er ég komin inn í kerfið. Og oft nota er bara þessi hakkar að nota, þurfa ekki að nota neitt eitthvað svaka. Þú veist, þetta er alveg, það voru virkilega á það, þú veist, allir eru að tala sko, ætla að hafa mér geðveitt sjónvarp til að vera bara sem að vera presentation dæmi hérna í umhverfinu. Fæstir eru með þetta tengt sem er eitthvað inn á virkilega, sko. Þetta er bara sjónvarp. Þetta er saga, sko, til spilavíti. Þá sem sagt, ákveður að vera með skammtara fyrir fiskabúið sem var aðfættingur. Nákvæmlega. Og við höfum spilavíti. Spilavíti er nú freka secure, sko. Spilavíti er mjög secure. Við komist í gegnum eitthvað skammtara. Og þeir eru að beita. Ég fylgjast með ykkur, það var bara að liggja. Ég menna, þú veist, það getur verið dormant þarna í ár og finna eitthvað vegferð inn í eitthvað kerfi. En hackararnir sem þeir eru að nota bara ekkert svo rosalega sophisticated sko, búna, þeir eru að nota telnet. Ég vil bara fara að nota telnet, við erum að telnetað inn sko, í gegnum port og svona. Það er fyrsta skrifið hjá þeim, að nota telnet. Þeir geta overflowað líka hérna, kerfið þannig að það leggst niður hérna, varnir og annað slíkt og komist þeir inn fyrir. Ég var með ráðstofnum daginn, varstu bættið þú á? Nei. Þegar hakkaran? Nei. Þess að hakkara erlendis frá sem kom sem er að vinna fyrir okkur ári. Og hann kom heim og ætlaði bara var að sýna hversu auðvelt þetta er raunverulega að hakka sig inn á einhverju. Hann loggaði sig inn á það einhverju sem hann notast til að hakka inn og hann fann, þú veist, bara í kringu sig, hann tók radíus, 10 km radíus í kringu sig. Það voru 4500 punktar sem hann nálgast. Það voru skrifstofur innan fólki, það voru aðgangar að heita fólki, það voru aðgangar að business-kerfinu, það voru aðgangar að myndavélakerfinu. Þú veist, hann gætt labbaði inn og hann labbaði inn og bara skrifstofi hjá einhverju kallið sem að, þú veist, í heimahús, sko. Og hann var bara mónitor það og gætt laggað sig inn og þú veist, það gerði ekki neitt, það sýndi bara þetta er leið, þú veist, að fara hérna inn. Eins sem það er að gera svona, þá er komin á vélina með. Þetta eru forrið sem að þetta fólk er að kaupa bara á netinu.
Já, já. $10 á mánuði, allt út af þessu forriti, sko. Já, já. Forrið sem hann var að sína. Sem forriti sem Hvað fór þetta? Já, já. Nei, en þú veist, en þetta er mál. Þetta er svo ótrúlega einfalt að þú veist hvað það gera. Hvað getur komist í mikið. Og allir að segja, þú veist, já, þetta hefur skipt með enga máli, ég hef ekki neitt að fela. Þetta er bara ekki spurningu það, þú veist, því að núna erum við, sko, þú veist, árásirnar eru svona ógeðslega miklar og mikið þetta. Tækið þitt og tólið kannski nota einhver starfsins sem er ólögleg. Hvað þá? Og samsökum minna Þú er bara samsekur í þessu og ef þú ert með fyrirtæki eða reputation, þá er það bara major issue fyrir mörg fyrirtæki. En hvað með þessa næstu kynslóð eldveggi? Þarf að hafa svona græju til þess að vera með næstu kynslóð eldveggi eða er það nóg að hafa bara forrit í tölvunni eða? Nei, ég myndi telja að í flestu tilfellum allavega hjá fyrirtækjum og í sjálfsög líka einstaklingar ætti að vera með svona eldveggi. Það er eldveggir innbyggðir eldveggir í ráturum heima fyrir. En það eru svona, þá já, þá þarf þú að sjálfur að stilla það hvað má og hvað má ekki. Og það er ekki svona deep learning eða kerfi að skynja og skoða pakkana. En Next Generation eldveggir er einmitt, það sem stóra í kringum það er að þeir taka pakka, það er kannski að koma eitthvað download, einhver application eða Excel-fæli eða eitthvað sem er verið að downloada. Þeir taka hann og þeir lesa niður. Þeir skoða innihaldið í honum, algjörlega. Það er það sem er orðið svona í dag, þessi Next Generation. En þú kaupir eldvegg í dag og hann kemur bara upp sem eldveggur, hann er byrjað IPS og alveg græðir og þú getur byrjað að stilla hann. En til þess að hafa öryggið alveg 100% þá þarf að kaupa svona þjónustur eins og þessi öryggisblöð sem að filtera út og eru með einhverja flokka sem að áhættuflokka sem þú getur haka við. Ég vil ekki að starfsfólkið fari hérna inn á þetta eða leiti sér upplýsingar drugs eða sex eða hvað sem er. Eldveggurinn getur bara grepið inn í og stoppað 1, 2, 3. Kostnaðurinn svona fyrir heimili, Já, heimili. Svona eldveggur eins og þetta, hann kostar alveg svona 200.000 kall eitthvað svoleiðis. 30% af þeim kostnaði er í raun áskrift fyrir þessi kerfi sem þetta borgað á árlega. 30% cirka bát af eldveggin kostum. Þú átt eldveggin sjálfur, þú kaupir hann, en þú fær síðan áskriftina og borgar hann svona árlega. Ég held að segja að það fara líka 2 ára eða 3 ára. Hvað er áskriftin á ári fyrir þann pakka? Það er ofta ekki nema kannski svona 40 upp í 80 skall fyrir eftir hvers konar græju þú ert að kaupa. Fyrirtæki eru með náttúrulega svona græju og öflugri og það takmarkast þá náttúrulega af þrúpútinu sem fyrirtækin þarf. Það er kannski 50 manna fyrirtæki, 100 manna eða 1000 manns og þrúpútið þarf að vera bara 11 gig sko, eða eitthvað slíkt. Þrúpútið á svona þessari græðu þarna er held ég 1,4 gig eitthvað slíkt. IPS þrúpút. Ja. En svo ertu með hérna öryggiskerfi og þau takmarka örlítið þrúpútið því þau eru að analysa og skoða og svona. Þetta er náttúrulega bara einhverja mikrosekundur sko. En svona almennt fyrir fyrirtæki sem er kannski að keyra 500 meg í gegn þarf ekki meiri græju en þetta sem kostar kannski einhver 250 skall. Fyrirtæki heima, ég var einhvern tíma að skoða með Vodafone eitthvað, hvort að samstarf með þá í sambandi við svona. Að skipta í raun út þeirra ráturum sem þeir eru með í dag fyrir raun svona græju með. Það verður áhugavert ef það tækist einn daginn. Sem option að kaupa? Já. Já. Þú veist að borgar þetta leigugjald í fjarskiptafyrirtækinu, sko, 500 kall eða 1000 kall eitthvað fyrir afnotað einhverju rátir eða eitthvað dæmi þeim. Ég var alveg til að borga 1500 kall eða 2000 á mánuði fyrir að fá svona græði heldur að móta þessi með heiminn, sko. Það er alveg margfalt meira virði, sko. Það er sko, já, henni herrspurning bara með náttúrulega hvernig samningar eru við þeirra viðskiptavinni sem eru svo, þú veist. Já. Þessi stoppið það ekki allt saman. Já. Það er að fræða náttúrulega bara, þetta er ný hugsun, sko.
En það eru nokkri svona eldveggir til, sko, náttúrulega, ég er náttúrulega hérna bara að sýna ykkur aðeins svona checkpoint, en við erum náttúrulega, það eru Fortinet, náttúrulega, eru mjög stórir á Íslandi í dag. Og svo náttúrulega Cisco, Palo Alto, en kannski mun, já, Munum hverju með, þeir eru já, meira, þú veist, þeir eru með eldvegg líka. Og það er, þú veist, það er aðeins öðruvísi nálgun þar, það er öðruvísi hugsun, nefnilega. já, munurinn getur legið í, já, En þeir eru alveg, þú veist, þeir eru next generation eldveggir, sko, en það er bara öðruvísi hugsun hvernig þeir vinna sem eldveggir. já, munurinn getur einmitt verið í eins og þetta, þarna ertu með all in one í raun, laust, þú ert með eldvegginn, þú ert með áskrifstun og annað slíkt. Í sumum tilfellum þarftu að kaupa þetta eitthvað sér og jafnvel third party aðila til að tengja við til þess að hlutinni virki. Patching, maintenance á vulnerabilities eða veikleikum sem hafa komið upp er mjög misjafnt hvað menn eru fljótir að bregðast við. Ég held að Palo Alto hafi fengið veikleika fyrir einhverju síðan og það tók á 2 vikur að leysa hann, að laga það, sko. Þetta var eitthvað sem á bara að gera strax, sko, að laga veikleika ef hann birtist í kerfinu. Núna í seinustu viku, þetta ég að verið, það núna í þess byrja þessar viku, var 9,7 vulnerability og Fortinet núna Já, og gateway hjá þeim og 10 er hæst. já, Það lákaða nú vilka VPN hugsun. já, En auðvitað er allir að, þú veist, vesast í þessu, en hérna, Já, þeir bröðu strax við. þeir byrju strax við, en þetta er samt, þú veist, þetta segir manni bara hvað þetta er ekkert einfalt, sko. Hverju eru að selja þennan? sko, ég er að selja hann og þá í gegnum Arrow, eða þess sem er tengiliðið síðan við Checkpoint úti í Skandinavíu. Já, í Checkpoint dæminu er ég í raun sá kannski eini sem er eitthvað virkur hérna á Íslandi að selja. Fortinetin á þannig móti hefur hauga af liði og þeir eru með líka internetsjónustu aðalina í lið með sér mikið til. Hvers vegna er ekki verið að selja þetta í Elko? Ég er bara ekki staðið mér nógu vel í þessu. Nei, líka, þú veist, munum, sko, Því er ekkert að setja þetta í svona verslanir eins og Elko og svona sem að... Nei. Jónu Gullin kemur inn alltaf að sko þetta og Bjarni saman við einhvern hérna típilík ráðeðsla spúnað. Þessi kostar 200.000 og hinn kostar 40.000. Hvað er ég að fara að gera? Takk fyrir svo. Já, takk fyrir komuna. Já, svo erum við TP-líkinn að nú að setja stunganum bara í samband, sko. Já. Það getur ekki að gera neitt. Þetta ég gera neitt. Það aðeins að hafa verið utan á það. Það eru hvað sem eru ekki bara off. Nei, þetta er mjög hólátt hjá okkur. Það er ekki bara. Já, takk fyrir komuna. Það var meira